Ágætu hlustendur, ég vil biðja ykkur að rísa úr sætum. Bjóða velkomin mann þjóðarinnar, Hjörvar Hafliðason. Já, bjóða velkomin mann þjóðarinnar. Hann sestur hérna beint á móti með klukkan honum 4 FM 95 blöður hafi göngu sína þennan Valentínusardaginn og Hjörvar, vertu velkomin. Takk fyrir það. Veit nú ekki hvort einhver hafi staðið upp en þú ert allavega mættur. Ég er mættur og aldrei ferskari. Aldrei verið ferskari? Nei, þetta Benidorm-veður fer ansi vel í mig. Já, maður bara fekk lit á leiðinni unna. Já, þetta er veisla. Þetta nefnilega skiptir svolítið máli, sko. Já, þetta hjálpar upp á skapið að fá svona sól og blíðu bara. Gott viður, maður bara var út á peysinu á hann í góðum fylgum. Já, og það er líka sérstakur dagur í dag. Er ekki við hæfið að bara segja gleðilega hátíð? Já, gleðilega hátíð, sömuleiðis. Já, það er, Valentínusardagurinn. Já. Og við ætlum að leika okkur svolítið með þessa tónlist í dag. Svona þegar við spilum saman strákarnir. Þetta er merkilegu dagur, Valentínusardagurinn. Þetta er raun og veru besti dagur í heimi. Þetta er stærsti dagur ársins hjá mér allavega. Ég get ekki talað auðvitað fyrir þig en fyrir mér er þetta svona hápunkturinn á hverju ári. Já, það er sama hér. Þessi dagur í febrúar þegar elskendur eiga loksins sinn dag. Já, og þetta er líka það sem er svo fallegt við þetta að þú þarft ekki endilega að vera í sambandi til þess að njóta Valentínusardagsins. Síðan að svo. Þetta er svo fallegt allt. Það er yndislegu fyrir. Sér líka bara sólageislana leggjast á bílrúðuna, þú ert að keyra heim. Þú finnur að það er eitthvað sérstakt þennan dag. Hvort sem út ástfangin eða ekki. Hafðu það kósi í dag og verður góðu við náungan. Þetta er þannig dagur. Já, þetta er ákvörðat þannig dagur. Þetta er svona dagurinn sem við komum saman. Já. En mér langaði að veltaði fyrir mér á hverju fær Gilsarinn sín eigin stuðlu á föstudegi. Já. En ég fæ ekki minn eigin rólega og rómantíska þátt á sunnudagskvöldu. Já, gaman og skildi spyrja Hjörvar því að það er alveg hægt að kippa því í liðin að þú fáir einn rólegan og rómantískan þátt á sunnudagskvöldi hér á FM 957. Þú fæði létt með það. Já, verður þetta lag undir allan tíma. Og verður þetta lag undir, við skulum býða aðeins með þetta. Við erum eins og með, skal ég ykkur segja, Valentínusar þátt í dag. Svona öllu ganni slepptu, við ætlum að ringja hér á eftir og setja okkur svona í rólegu stemminguna og athuga hvað frægir Íslendingar, hvernig eyða þeir Valentínusardeginum. Já, og svo líka getum við aðeins að bjóða hlustendum að ringja inn og fá kannski Valentínusar ráð. Já. Því þetta er svona okkar dagur. Við getum hjálpað fólki hérna úti núna. Það má á vissan hátt segja að við hafum komið á sínum tíma með Valentínusardaginn inn í Íslands samfélag. Já, gaman skulle segja frá því að ég ætla að taka viðtal við Hjörvar Hafliðason hér seinna í þættinu, mannin sem kom með Valentínusardaginn til Íslands. Já, ég gerði það svona í sambandi við Létt 96,7. Já, finnum betur inn á það hér og eftir. Svo er flottulega keppnin, hún er líka tileinkuð Valentínusardeginum í dag. Þar sem við eigum að velja svona okkar uppáhalds svona rólegt og rómantískt lag. Eitthvað sem Það er ekki oft sem ég fer að slást en ég lendi í slagsmálum í dag. Á Valentínusardaginn? Já, það var eitthvað að setja út á Valentínusardaginn. Ói, barast það. Ég var svo ógeðslega reiður. Já, stundum eiga menn skiluhögg. Já, ég ákvað kílan. Auðvitað. Hvað var hann að segja? Að þetta veri asnaleg hátíð og já, við sem að heldum upp á hann værum svona hins einn. Að beigja okkur fyrir kanan og eitthvað svona. Ég veist að skalla eitt svoleiðis í fyrra. Ég bara gekk aftan á hann og barðan, reyndar í hnakkan. Það er gott, já. Og ég meik ekki að heyra fólk tala illa Valentínus. Og óþolandi. Þetta er bara æðislegu dagur og við erum að njóta hans. Og flottulega já, eins og ég segi, það eru sem sagt einhver róleg og rómantísk lög þar í tilefni dags. Og svo erum við með dagskráliðin Enginn segir, hann verður hér á eftir líka. Og já, viðtalið við Hjöpa Sturla, staðrendir, slúður og fleira, svona fasti liðir á 50 degi. En þetta er eins og við erum búin að koma nokkur sem inn og hér í byrjun þáttar, engin mennilegu 50 dagar. Það er Valentínusdagur. Alls ekki. Þannig að það er Valentínusar þáttur hjá okkur Hjöpa í dag. Ekki það tónlistin verði eitthvað voða róleg en við verðum kósi hérna inn á milli. Það kallar sig Travis McCoy og lagið heitir Billionaire. Hún er alveg sammálan þarna, ég var alveg til að vera Billionaire. Fyrsta sem ég myndi gera Hjöpi var að borga upp alla skuldina þínar, þannig vinur er ég. Að borga alla skuldina mína? Já. Þá bara þyrftir ekki að borga krónur. Nú, skuldar ekkert íbúðin eða bílnum? Ég borgaði það bara. Jú, living large. Skólastrákurinn. Búin að safna síðan var skrakki. Sniðut þér. Dósir og svona? Það var eitthvað sem ég átti alltaf í vesenu með þessi krakki, það var að safna. Ég átti aldrei penning. Já, ég hef alltaf átt alltaf mikið af þessu. Það var aldrei til neitt hjá mér sem heit sparibökur. Nei. Því það var aldrei neitt í hjólum. Ég var átt alltaf að segla, sko. Já, þú ert alveg típan sem kunnir að safna, sko. Já, ég var alltaf að bera út. Já, sniðut þér. Já.
Ég nefndi ekki. Það var eitthvað sem ég dagskráin. Já, varst að bera hann út. Kámaðurinn bar það út. Og fegst money in the pocket. Já, ekki lerharður. Snuðt, þegar enda áttu hús í dag og skuldar ekki krónu. Fullt af bílum og eitthvað, jeppa. En það komið að slúðri hér í FM 95 Blö og ég með ágætis pakkandar Heppi. Ég svona fór yfir að náðan og segi mig það, ég var bara sáttu við hann. Og ekki bara fyrir þig Heppi, heldur fyrir ykkur hlustendur. Þetta er þetta allt fyrir ykkur gert. Ég ætla að byrja slúðurpakkan á Steve Martin. Ég er ánægð með þann tappa því hann er 63 ára og var að verða pappi í fyrsta sinn. Gefur svona vitlýsingum eins og mér bara von. 63 ára og já, þetta er hans fyrsta barn. Þetta, já, það var víst eitthvað að vera að reyna að halda þessu leyndu en þetta er víst komið núna í slúðupressuna þarna úti og óskuðu honum bara til hamingju. Já, ok. Hann var ekkert eitthvað að flagga þessu kallinn eða monta sig á þessu. Nei, þetta er eitt finnasti maður, ef ekki að segja bara, einn af topp 5 finnustu mönnum allra tíma. Já, hann leikur í minni uppáhaldsbíómynd allra tíma, Planes, Trains and Automobiles. Já. Mín uppáhaldsmynd með honum er Sergeant Bilko. Já, hún er stórkostleg. Hún er spilasvindlari og það er góð mynd. Já, Steve Martin er snillingur. Og svo er ógeðslega fyndin myndin Bowfinger. Já. Þegar hann og Eddie Murphy. Já. Hún er svona samt svona, þú myndir aldrei kalla hana Steve Martin Classic, sko. En atrið þegar Eddie Murphy á að hlaupa yfir hraðbrautina. Já, við mann eftir því. Hey, take it easy, the stunt drivers will take care of it. Já. Það er líklega bara eitthvað. Svo bomba hann á hann. Svo er ég með meira slúðurhandar. Það er Katy Perry og Rihanna. Það er alltaf verið mikla vinkonur. BFFs, eins og kallast það núti. Best Friends for Life eða eitthvað svo leiðis. Nei, Best Friends Forever, já. BFF. Já, þær eru ekki lengur bestu vinkonur. Já, Katy Perry er brjáluð út í Rihannu því að hún er byrjuð aftur með Chris Brown. Og neitaði Katy Perry að sitja með Rihannu og Chris Brown á Grammy-verðlaunaháttíðinni núna á sunnudaginn og baðum að fá að vera langt frá þeim. Vildi ekki eins og sitja nálægt þeim. Það er að henni. Já, og Rihanna var eitthvað... Þessi Chris Brown, er það ekki eitthvað gullamanni? Já, svo halda sumir. Nei, það er viðbjóður að manni, allavega. Þetta er við ekki Chris Brown sem tók lagið International Love með... Hættu þessu, Hjöras. Þú bara, það er ekki hægt að minnast á Chris Brown á hann, svo minnast á þetta lag með, ok, hann söng eitt lag með Pitbull. Þetta er samt haugur, einhvað að síður. Hvað, því hann... Dánglaðan í, var hann ekki við Frank Ocean? Já, það er ekki, barðið Frank Ocean og svo líka vita það nú allir, hann reyðist á konuna sína. Já, heyrðu, hann tók hana... 2009, Rihannu. Og já, hún er brjáluð yfir því hún Katy Perry og vill ekkert með Rihannu hafa meðan hún er með þessum, já, pjessa. Ég hef samt tekið eftir að hann hefur rosalega oft komið fyrir í slúðri eða við höfum verið hérna í... Hann er rosalega mikið í slúðri, það er bara málið. En er það ekki svolítið sniðugt þegar þú ert í þessum bransa að vera að tróða sig alltaf í fréttunar? Já, kannski ekki fyrir að berja konu. Nei, alls ekki. En þú veist hvað við. Ég skil hvað þetta að fara. Er það ekki svolítið þannig að... Hann er að tróða sig svolítið í FM 95 Blöð. Við verðum að gefa hana það. Það verður að gefa hana það. En svo núna, hann er í þessum slúðupakka af því ég er að tala um Katy Perry og Rihannu. Og það er út af honum. Það má eiginlega segja að þú sett búin að selja um einhverjar blödu fyrir hann. Það er alltaf að tala um. Það er leiðilegt að heyra. Ég ætla að enda slúðupakkan á manneskju sem er líka mjög oft í slúðrunni hér, ekki bara hér heldur allan heim. Hún heitir Kim Kardashian og hún á víst von á strák. Allavega var besti vinur hennar Jonathan Cheban. Ég held að það sé þessi ljósærði ræfill sem er alltaf hangandi í kringum hann í þessum þáttum. Hann var að versla fyrir hann barnaföt og þau voru öll blá. Hann að she's having a boy. En get ekki, þú veist, þetta er það ríkt lið að hún getur keilt sér blátt og bleikt og... Ég er bara að lesa slúðrið, don't kill the messenger. Þetta var slúðurpakki dagsins. Er ekki með neitt íslenskt? Ekkert íslenskt slúður þetta. Hvað var framan og síðan heyrt? Ég sá það ekki, ég er ekki með að kapi. Það senda okkur ekki að kapi þetta. Senda þér ekki FM Benedikt Bóa sem allt niður sig þarna og séu og heyrst, okkur hann ekki að senda okkur að kapi. Herru, svo ætlum við hérna að tala við gáðasta mann Íslands hérna rétt á eftir. Já, mannin sem útskrifast úr Harvard. Já. Það er rándýrt og það er ekki pappi. Fáum fyrst Calvin Harris og Drinking from the Bottle. Er ekki 50 dagur? Simian Mobile Disco, Múkisson, Ásgeir Trausti, Guskus og Retro Stefson. Alls yfir 50 listamenn á 4 sviðum. Tryggður miða á Sónar Reykjavík strax á miði.is og harpa.is. Frekar upplýsingar á sonarreykjavík.com. Túborg Léttur, Icelandair, P-kort og FM 957. Galdraðu fram góðan rétt á stuttum tíma með Pastella, fersku pasta. Pastella, ferskt og fljótlegt. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandssýninguna í kjallaranum. 2 tímar af hlátri og uppistandi í Þjóðleikhúskjallaranum. Miðasala á miði.is. Doritos, dúndrandi gott snakk.
Ef þú ert með bláa kortið, átt þú möguleika á að vera einn af 100 heppnum sem hljóta 2 miða á útgáfutónleika Friðriks Dórs, Vélrætt, á Factory 22. á næstkomandi. Kíktu á Facebook síðu Hringtorgs og segðu okkur frá uppáhaldslæginu þínu með Friðriki Dór. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækjur það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Er fjölskyldan þín og vel tryggð? Þú getur reiknað hversu mikla vernd þú þarft fyrir þig og fjölskylduna á börnogforeldrar.tm.is. Welcome to Moscow. A good day to die hard. Jack! Dad? Bruce Willis. Yippee-ki-yay. Die Hard. Komin í bíó. Nauthóll er glæsilegur veitingastaður við rætur Öskjuhlíðar. Nauthóll.is. Íslensku kvikmynda- og sjónvarpsverðlaunin Edduverðlaunin 2013 verða veitt í beinni útsendingu og opinni dagskrá laugardag klukkan 19:30 á Stöð 2. Stöð 2. Skemmtilegur. FM 95 Blö. Virka daga milli 4 og 6 á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Já, safnaði frímerkjum, hvað er gaman hérna hjá okkur Hjöpa. Skemmtilega rauðlýsingar hérna alltaf. Ég finnst það mjög gott. Já, það er svo hressandi. Ég finnst þetta jammað í Garðabæ, ég er búinn að peppa það einu sinni. Já, það er búið að peppa það nokkuð sem. Já, það er ekki annað hægt en að peppa þetta. Hérna, við erum konum með góðan gest. Já, áður við ringjum og spyrjum með fræga út í Valentínusardaginn, þá er hann mættur hérna til okkar fótboltamaðurinn, já, tónlistamaðurinn og, já, bara génið. Já, ég myndi segja að þetta verður kannski gáðast, eitt svona topp 2 gáðustu mönnum á Íslandi. Þetta er svona hinn nýji Jón Jónsson. Já. Ef hann er miklu betri en Jón Jónsson í fótbolta. Ok. Og hann er miklu betri í skóla en Jón Jónsson. Já. En er þetta eins góðu tónlistamaður eins og hann, mömmi? Nei, herruðu, byrju nú við. Það er, maður sjá, banka hans í mækinn. Já, smá takti, hann ertu komin. Hvað segir þú með mig? Ertu ákveðið tónlistamæður? Herri, ég er fýtt tónlistamæður. Það var eftir að koma í ljós hvort ég sé betri en Jón Jónsson. Það er enda svolítið stór spór að feta í, en þú náttúrulega verður alltaf búin saman. Já, er það? Já, fótboltamaðurinn að meika í tónlistinni, já, Ingo Veðugur líka. Já, hann er svona F-fáingur sko, þannig að það er ekki erfitt að bera okkur saman. Þú ert káringur, eða ekki? Jú, ég er káringur. Já. En hérna, og þú varst í Harvard. Já. Þú átt þá væntanlega kærustu, ekki? Nei, er eitthvað tekið þar á millið? Nei, ég meina, ef ég væri stelpa og einhver gæi gengir laus sem að væri búin að vera í Harvard. Já, og væri bara svona álit, þarf ekki eins og að vera það fallegu, sko. Nei, ef hann er búin með Harvard, þá er hann hvort sem er moldríkur. Já, ég myndi strax ef að ég væri stelpa og eitthvað strákum myndi segja, ég náttúrulega kláraði Harvard en daginn. Ég er strax spennt. Já. Það er bara þannig. Það er gott að vita því. Já, þú vorst að nota þetta er góð pick-up. Þú veist, ég væri alltaf í Harvard peysun ef ég hefði klárað Harvard. Af hverju ertu ekki alltaf í Harvard peysu? Já, reyndar einu þannig, en hún er bara upp í skáp, sko. Geti ég fengið þessa Harvard peysu þína? Já, ég get bara látið fá hana hvern sem ég með þessa búning. En þegar menn, ok, þú varst í dúksa, ertu búin að dúksa bara allt þitt líf? Ertu svona... Já, ég er búin að fá háar einhvernir, kannski. Já, og góður í fótbolta og tónlistamæður, það er allir pakkin hefur bara. Já. Og hvað ertu, 5% líkansvita? 5% líkansvita? Nei, það er ekki minna 4. Já, ok. En þú ert að fara að spila á morgun, svo plöggunum fyrir þig ekki? Já. Á hvað, á næsta bar? Næsta bar, klukkan 9 og síðan eftir það spilum við svona klukkutíma eitthvað og síðan förum við í salarna rétt sjá og er eftirpartí. Ok, en hvernig tónlist er mummi káringur að spila? Herðu, ég gáði plötu fyrir svona 3 árum sem var svona heldur róleg sko, nú er svona aðeins að hressast upp á þetta. Ég legg svolítið áherslu á píanóið. Síðan er núna komið svona synthar og svona inn í þetta, en þetta er svona piano og elektropop sko. Ó, nú er komið í elektro? Já, svona syntharnir með pianoin sko. Ok. Þetta er svona gáfumannatónlist? Já, þetta er gáfumannatónlist. Og lagið mitt heitir I Don't Know, sem er mjög gáfumannalegt nafn. Já, þú getur leikið með þetta, af því þú veist það. Já. En svona bottom line er það að þú veist, þú ert náttúrulega bara svona að þú ert aðalega að gera tónlistina svona þér til skemmtunar. Þú ert ekki að fara, því að þú veist að þú verður hvort er alltaf grilljaramæringur í tengstum. Þannig að það er engin press á þér. Nei, það er engin pressa, það er náttúrulega bara mjög gaman að stúsast í þessu. Þú ert ekki svona tónlistamæður sem þetta naga á neglunar af því þú verður að búa til hittara af því þú verður að vera ríkur að því. Nei, ég er nú ekki í þessu fyrir það. Nei, þægilegt.
Það er ekki að fara þannig í tónlistina. Það er draumurinn. En hvað segðu okkur svona í lokin, hvernig er Valentínusarkvöldið? Því við erum að fara að hringja núna í nokkra þekkta Íslendinga og spyrja hvernig Valentínusardagurinn er og kvöldið á þeim. Já, ég er alveg að klikka á Valentínusardaginn. Ég er bara að fara að stúsast í að redda hluti fyrir tónleikanum morgun. Þannig að það verður Valentínusardagurinn minn. Farðu á Facebook-chatið, smeltu bara einhverja random og segðu herri, ég var í Harvard, hvað ætlar að gera í því? Ég tjekka á því. Það er rándinn pick-up-lína. Það er ekkert betra heldur en að hafa verið í Harvard. Nei. Ég segi að þú ert mjög spenntur í því, Hjörar. Ég líka reyndar. Mér finnst þetta magna. Ég skal viðurkenna það. Ég myndi líklega fórna 2 puttum fyrir að vera a Harvard graduate. Það er bara þannig. Fyrir að vera Harvard graduate. Ég hefði aldrei getað það. Nei. Úr starffræði í Harvard eins og hann. Nei, ég er reyndar í hagfræðinni, sko. Hagfræði. Hefði ég getað það, Hjörar? Reyndar hefði þú getað það. Já, takk. Hefði ég lagt með allan fram. Já. En við gætum alltaf til að kíkja á Mumma næsta bara á morgun og svo er eftirparti líka. Já, Það eru við bara ósku allsins besta með tónlistina og það er hægt að skoða þetta inn á málið er að þetta er ekki inn í kerfinu í okkur en bara kíkja á þetta inn á YouTube eða ekki. Mummi I don't know. Mummi I don't know á YouTube, þið ekki á því. Mummi gangi ykkur ekkert allt og vel í sumar. Já, takk fyrir það. Gaman að fá þig. Skulum fá hér smá Thrift Shop. Svo er það, símtöl í þekkta Íslendinga. Það sem að við séum. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Vá, ég var eiginlega ofæstur þarna eða ekki, Hjörar? Jú, svona með það að vera á Valentínusardegi á þessum fallega 50. Já, ég byrst afsökun á þessu. Það þýðir að hlusta hér á strákana Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason, eða meira svona mennina. Klukkan, skiptir ekki máli hvað klukkan er, það er Valentínusardagur og það sem við ætlum að gera er að við ætlum að hringja hér í þjóðþekkta Íslendinga og spyrja hvernig hátíðin er hjá þeim í kvöld, ekki satt, Hjörvar? Jú. Það verður forvitnilegt að heyra. Já, náttúrulega, þetta er ekki snýst ekki bara kvöldi, þetta er allan daginn. Allir það er rétt hér, alveg frá morgni til kvölds og við vitum nú einn Rómeó sem að kalla sig Gils, heitir Egill Einarsson, ástfanginu fyrir haus, hefur ekki að prófa að heyra í honum? Jú, sláðu á línuna á hann og... Hann hefur líka alltaf mjög gaman að ræða ástarsamband sitt, þetta ástfangin maður. Og hvernig á að elska? Já, hvernig á að elska? Það er góð spurning hér. Og er einhver ein leið til að elska? Er einhver réttar en annað í þessu? Já, halló. Já, Egill Einarsson. Já. Komdu sæll og gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð? Hvað svona fyndið þið? Ég er ruglaður. Ég er engin mútið að Valentínusardaginn, en þú skal með gleðilega hátíð. Því hlæruðu, Egill? Ég er ruglaður. Herðu, nú er farið svona að líða á miðjan dag og leik forvitna að veita hvernig er Valentínusardagur búin að vera hjá þér og hvað ertu búin að gera í tilefni dagsins? Þetta er frábær spurning. Ertu búin að koma konun eitthvað óvart? Ég er alltaf búin að vera að plana annan dag núna í marga mánuði. Já. Flestir plana annan dag með 2-3 daga fyrirvara. Já. Marga mánuði. Og ég kom frá skemmtilega óvart í morgun. Hvernig? Ég ákast að fara í föt? Hvað meinar það? Einhver skemmtileg föt? Einhver búning? Já. Það er aðeins svo snemmt, sko. Ég er ekki alveg það flippaður að vakna snemma og fara í búning, sko. Það er meira fyrir kvöldið, sko. Ég skilji. En segðu okkur, hvað gerir þið morgun? Bjóti protein shake. Ég er mjög góðan, það gerir enginn góðan protein shake og það var hreinu. Handhristur hann sjálfur eða settur þú við? Ég handhrist hann. Okay. Og það er persónulega fyrst með handhrist hann og fóð sér með protein shakeinu upp í rúm með eina rauða rós með. Æðislegt. En hvernig er kvöldið? Það er að skemmtilega við þrókar. Það er að skemmtilega við. Ef ég segi eitthvað það, þá er það væntanlega ekki a surprise, eða? Af hverju hefur Valentínusardagurinn svona mikla þýðingu fyrir þig og þitt samband? Ég bara elskar hann dag. Ég meina, ef ég myndi bara vakna og gera ekki neitt, þú veist, svo 99% kærustunum á hóti. Hundlegulega dagur. Blóm, er þau klassísk eða geta þau einhvern veginn þreytt? Blóm klikka aldrei. Fyrir konu að fá blóm, Hjörvar, það er eins og fyrir þig að fá miða Old Trafford og eitt Corona með. Þetta snýst
að þú sýnir Heiðar Austmannin í þér. Glæsilegt. Og við ætlum allir að gera það. Herðu, þakka þér fyrir þetta, Egill. Já, og þau fyrir raskat. Hafðu það gott í kvöld. Hafðu það gott í kvöld og njóttu þess. Farðu í skemmtilegan búning og gera eitthvað sérstætt. Já. Frábært. Ertu flugmaður og gera hana hjúku? Já. Farðu varlega samt sem flugmaður. Já. Ok, takk. Takk fyrir þetta. Takk. Takk. Svo nú annar maður, Logi Bergmann. Hún er oftur í valinn kynþokkafyllsti karlmaður Íslands. Passar. Og mikill karlmaður þar á ferði, hefur ekki heyri í honum? Jú, ég held að sé mjög sniðugt. Halló? Logi? Já. Komdu sæll og blessaður og gleðilega hátíð. Já, blessaður. Gleðilega hátíð, Logi. Velkomin í Valentínusarþáttinn hjá FM 95 Blöð. Já, það eru ágættir. Hvernig hefur það þennan daginn, þennan Valentínusardaginn? Já, þetta var fín. Eða ekki? Jú. Hvernig dagurinn er búinn að vera? Hann er bara búinn að vera ágættur. Já, rómantískur? Nei. Hvað gerðu þið skötuhjú í morgun? Ekkert. Ég hef bara borðið morgunmat. Og ertu byrjar að plana kvöldið? Hvað á að gera fyrir Hvað á ekki að gera? Nei. Á ekki að gera fyrir Svanhildi í kvöld? Nei, það var alls ekki að gera neitt fyrir Svanhildi í kvöld. Logi, þú ert betri en þetta. Þetta er ekki þannig dagur. Víst. Í alvöru. Gleðilega hátíð, Logi. Ég segi bara eins og mamma eins og fyrir að dagir, mann, Auðun Blöndal, ertu fáið? Ég ger ekki náttúrulega teng. Ég er bara að gera eitthvað á Valentínusardaginn í alvöru. Hvaða þýðingu hefur þessi dagur fyrir þig? Enga? Ég læt ekki segja mig hvernig ég á að vera rómantískur. Segðu okkur nú alveg satt, Logi, við heyrum að það er eitthvað svona sem liggur að þér. Áttu slæma minningar af Valentínusardeginum? Jó, engar minningar af Valentínusardeginum. Veist hvað, Logi, mér fannst svolítið forvitnilegt að þú sagðir, þú lætur engan segja þér hvenær þú eru að vera rómantískur, en þú lætur segja þér hvenær þú ert að halda jólin og hvenær þú ert að halda áramót. Á hverju lætur ekki segja þér hvenær þú ert að elska? Ég elska allan dag. Ég elska í dag líka, sko. Já. En hvað ætlið þið að gera, Logi? Ekkert? Nei. En hvað er þið svona búin að gera það sem af er degi til að gera hann sérstakann? Ekkert. Og það verður ekkert gert. Nei. Hvað er það? Akkur ætti ég að gera hvað á Valentínusardeginu frekar en einhvern öðru degi? Þetta er dagur elskenda. Þetta er dagur elskenda. Dagur elskenda. Þetta geta alveg dagur kvenna í fámennu byggðum. Hann er líka til þessu. Víst, þetta er dagur elskenda, Logi. Ekki gera lítið úr því. Nei, ég ger ekki lítið úr því. Fólk má bara gera það vill, sko. Ekki vera að leika trúð þennan daginn? Nei, ég er alveg léttur drengir. Gott að heyra. Og ástfangin eða ekki? Jú, mjög ástfangin. En þú, hvernig gengur þér? Ég kem það ekki við. Fýblið þitt. En gaman að heyra í þér og hafið það sem allra best í kvöld. Njótið kvöldsins. Njótið þess. Frábært. Njótið þess að vera til og njótið þess að vera saman. Já, takk fyrir það. Kottin óvart. Já. Það er elskað. Það er elskað, Logi. Takk. Bless. Já, Logi Bergmann, hann var ekki búinn að plana neitt, Hjörvar. Nei, mér komir óvart að þetta er svona dagurinn sem að ég er kjörinn fyrir tvær mennesku til að eiga saman. Já, en Hjörvar, það er náttúrulega, við þurfum að hringja í gott kvenfólk líka. Það er engin Valentínusardagur án góðra kvenna. Nei, og alla konur eru góðar. Hvernig líst þér á að heyra í henni Sigrúnu sem hefur heldur betur slegið í gegn í Íslandi í dag? Glæsileg kona, heyrum í henni. Halló. Sigrún. Það er hún. Komdu sæl og gleðilega hátíð. Auðun Blöndal heiti ég og við hliðina á mig situr Hjörvar Hafliðarsson. Gleðilega hátíð. Það er bara ekkert annað. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Æ, takk. Sömuleiðis. Segðu okkur, Sigrún, hvernig dagurinn búinn að vera hjá þér? Svona líka ljómandi fín. Er þetta annars svona tilfinningaspjall og því ég fæ ennþá martraður síðasta? Hvað eru þið búin að gera í dag og lýsir og kannski stuttumálu fyrir mér Valentínusardaginn 2013, það sem af er? Ég og unnistinn? Já. Veit ég ekki bara heilt í honum. Þarf ég að fara að skipta honum út? Gerðu þið ekkert saman í morgun? Nei, við hittumst ekki einu sinni. Nó, þá hljótinu voru búin að plana eitthvað fyrir kvöldið, ekki satt? Maður lítur bara að gefa sér það. Hvað á að gera? Það er bara ekkert planað. Þú ert ekki að vera feimið með okkur, Sigrún, hér er allir vinnir. Nei. Að ég láti þetta allt flakka. Af hverju hefur Valentínusardagurinn svona mikla þýðingu fyrir þig og þitt samband og þína ást? Jesús hefur ekkert með þetta að gera. Nei, hann kemur sem máli ekkert við. Þetta er í alvörinu, sko, ég fæði svona aukin hjartslátt og þetta er óþægilegt sem við veit. Get ekki staðið í þessu. Nú þarf ég þarf að fara að skila vídeospólu. Ok, skila vídeospólu. Á að taka aðra fyrir kvöldið? Já, kannski taka eitthvað svona romantíska. Ég vil að biðja möppuna.
Nei, ég segi svona. Herðu, virkilega gaman að heyri ég, Sigrún. Já, sömuleiðis. Og hafið það sem allra best í kvöld. Æ, takk. Njóttu kvöldsins. Við heyrumst og sjáumst. Takk. Blessaður. Já, þetta var hún Sigrún sem heldur betur hefur slegið í gegn. Það var gaman að heyra í þjóðþekktum Íslendingum og hvað þau ætla að gera þennan daginn, hörur. Já, og kemur óvart að hvað þau eru öll tilbúin í að við gera eitthvað fallegt og skemmtilegt á þessum. Já, þau voru öll eiginlega á feimin. Já, ástin virðist ennþá að vera feimnismálinn á Íslandi. Alveg ótrúlegt. Takið eftir. Það er búið að bæta við takmörkuðu magni miða á Sónar Reykjavík. Ekki missa af James Blake, Squarepusher, Trent Muller, Gus Gus, Retro Stefson, Múkisson, Pachenga Boys, Simian Mobile Disco, Ásgeir Trausta og yfir 40 öðrum hljómsveitum og listamönnum í Hörpu 15. og 16. febrúar. Miðasala á harpa.is og miði.is. Túborg Léttöl, Icelandair og Fékortið. Frekari upplýsingar á sonarreykjavík.com. Komið öll sjálf blessuð, þetta er Ingo hérna. Ég er ekki með gítarinn á mér akkurat núna en ég verð með hann í kvöld. Hvar? Jú, á Austur, niður í bæ. Þar verður þvílík stemming, allir í stuði, endilega dettiðin biðum nokkur óskalög. Viðugurni verða á kantinu með bassan og bongotrommunar. Sé eitthvað þar. Túborg kynnir Valdimar á Factory, föstudags og laugardagskvöld. Fyrstu tónleikasveitarinnar á árinu. Aðgangseyrir er 1500 kall per kvöld og hefjast tónleikarnir klukkan 11. Forsala á miði.is. Factory, góðar stundir. Rósir og rómantík á Valentínusardaginn. Gríptu gjöfina í Garðheimum. Garðheimar. Samfilm kynir Warm Bodies. But I can't remember my name or my job. Although my hoodie would suggest I was unemployed. Það er graf alvarlegt þegar uppvakningur He's changing and he's learning to be human again. heldur að hann sé ástfanginn af þér. We're their food source. Warm Bodies. Komin í bíó. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar milli 16 og 19. Lebowski Bar. Þú ert að hlusta á FM. Á FM 95 blöð. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellu Nissa? Húðflúraðið flóðhest hvað það er gott. Nissa. Litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM. Is that the one fighting for your soul? Or your brother's the one that you're running from? But if you got money, forget, 'cause I won't so. Það er fátt romantískara á Valentínusardaginn heldur en Jay-Z og Kanye West. Þeir kunna gera romantíska og fallega texta, þessi snillingar. Ekkert að þessu lagi eins og það heitir Klikk, þeir á hlusta FM 95 blöð. Ég er romantíska betaminn undir það. Viltu romantíska betan? Já, ég verði til í það. Ég er samt að vera í sturla staðrendir ef að hafa romantískt undir því. Nei, ég ætla... Stáða þennan? Takk, en ég ætla samt að minna fólk á að keyra varlega. Þó að sólinn sé komin upp, þá eru hættunar enn til staðar. Það er alveg rétt við að höra. Og sólinn getur líka, sko, hún gleður, en hún getur blinda, það má ekki gleyma því. Og ástin blindar líka. Auðvitað, ekkert bara á Valentínusardaginn. En það er nefnilega svolítið hættulegt þegar að sólinn fer að láta sig kræla á vorinn. Já. Að ég man eftir þegar ég var 18-19 og það kom eitthvað lag svona eins og Ain't Nobody Fresher Than My Click, Clack. Þá átti ég til að keyra eins og geðsjúklingur. Þú vildi keyra eins hraðar? Henda bílum upp í 130-40. Þú hugsaði mér, I wanna go fast. Eða hugsaði með mér, ég er geðsvalur, ég er stattur í Miami og ég er maðurinn. En ég er bara stattur í Kópavoginum á Nýbúlaveginu. Og það er ekkert svalt við það að keyra hratt. Það er nefnilega ekkert svalt við það að keyra hratt og öllu kannu slepptu. Já, farið valega. Kerið valega fyrir ég ætla að sleppa þessum betta hérna, hann kemur inn á eftir. Það er mjög... Þú veit að vera með hann undir. Já, maður byrja bara að tala þér í sig, það er þannig. Það er ekkert ástæðalaus að Ásgeir Kolbeins talaði svona heilan þátt á sunnudum. Það var út af bettanum. En það er komið að sturglum staðrindum og svo er það hér á eftir Enginn segir flottilega keppnin þar sem við erum með romantísk lög á Valentínusardaginn og viðtal við Hjörvar Hafliðason sem að komið með Valentínusardaginn til Íslands. Kom ekki eitt með hann, ég kom með hann með kærusturum minni. Já, hann valdi sig. Gunnarsdóttur. Já, og kom betur inn á það hér á eftir. En það er komið að sturglum, ertu klár í þær hjá mig? Já, mér fer alltaf svona að finnast þetta skemmtilegur og skemmtilegri... Dagsfjöluður? Dagsfjöluður. Já, ég sko málið ég myndi fyrstur af öllum á Íslandi finna að þetta verður orðið þreytt. Ég er með þetta okkur einasta degi. Okay. Ég er ennþá spenntur þegar ég er að lesa þetta.
Ok, ertu núna með eitthvað svona tengt Valentínusardaginn? Nei, ég ætla að reyna, það er bara mjög erfitt. Ok. Þetta er ekkert eitthvað svona þetta er ekkert sturlaða staðreyndir ástina sem hefði verið mjög kósí. Ok. Þetta eru bara sturlaða staðreyndir og fyrsta er að syngja losar stress. Þannig að það er að gera ef þú ert að deyja stressið. Þannig ég hef átt að syngja við Manchester United Real Madrid í gær. Já, ég get alveg veikinn það að ég stressaður, það ofta að geta að hlæja. Já, mjög gott. Og maður hlæri stundur svona geðveikishlátri. Ég hef líka oft gert eitt svona ef það er einhver mikilvægar vítaspyrnur í leikjum eða eitthvað slíkt. Ég naga með hendunar. Þá kreisti ég huga sem að satt oft fyrir frá mig. Já, á borðinu. Helt svona utanum hann. Já. Ég er gott að snert einhvern veginn stressaður. Ég er alveg sammálað því. En það að gera að prófa að syngja ef þið eru að deyja og stressi í vinnunni eða eitthvað núna. Kannski losar það stress allavega. Okay. Svo er það hér, árið 2008 gaf Burger King út rakspíran Flame sem var með hamborgarlykt. Þetta er náttúrulega bara asnalegt. Já, en það hætti hann árið seinna, 2009. Það meikar sens. Það er ekkert að kaupa Flame lengur. Er einhver svona lykt sem hún væri til í að lykta af? Já, það er alltaf ekki hamborgari, ég get sagt það. Ég var ekki til að lykta eins og burger þegar ég verið á dæmi, sko. Veistu hvernig ég var til í að lykta? Ég veit ekki. Ég var til í að lykta eins og pönn, svona þess að það verið að steikja pönnuköku. Pönnukökulykt? Já. Já. Ég held að það verið þetta nett. En þú gerir stelpuna svangar þá bara? Já. Það er ekkert að því, svo sem. Það er það ekki gott. Jó, pönnukökulykt er mjög góð. Ég veit ekki hvað ég lykt eins og, en allavega, ég hef engan áhuga, ég myndi frekar vilja lykt eins og pizza en hamburger, það er betri lykt en pizza. Hvað er best, er ekki kleinulyktir eitthvað góð? Kleinulykt er góð. Þá myndir þú ná í svona ömmur, eldri konur. Ég elska eldri konur. Ég veit það. En þú? Ég elska þér meira. Ég elska þér meira þú. Ok, klarsilegt, þú mátt eiga þetta. Það komið að næstu, þú ert 12 tíma að melta eina máltíð. Sturlu staðreind. Þetta er kannski ekkert sturlu staðreind en þetta er staðreind og ég hef aldrei spáð í þessu, þannig að maður getur, þú veist, fæ sér eitthvað að borða á eftir og maður 12 tíma að melta. Æ, ég nenni ekki eins og stoppa þetta, það er svo léleg, ég byrst afsökunar þessari. Svo er næsta, 1 af hverjum 12 stundar kynlíf í svefni. Og nú ætla ég að spyrja Hjörvar, erst þú 1 af þessum 12? Ertu það sex zombie? Eins og þetta kallast víst. Já, vill nú ekki segja nei. Ég hef lent í þessu, ég get alveg viðurkennt það, ég hef nú viðurkennt verri hluti hér í útvarpinu. Ég hef lent í þessu, persónulega. Já, ég hef lent í þessu. Já, ok, þá erum við í þessum hóp. Það er næsta 50%, þetta fannst mér skemmtilegt, 50% af öllum... Að segja eitt. Hvað? Eitt sem að ég oft er í pæli í svona, varandi allt sem tengir svona einhverjum svona hlutum. Kynlífið það? Já. Ég hugsa oft sko, vonandi er mamma ekki að hlusta. Já, þetta er ekkert eitthvað, mamma mín hlustar ofta á okkur, hún fyrir ekkert að minnskreita með einhverju kynlífi, sko. Nei, ég veit það, veist eins og við vorum að tala daginn, hvað þyrfti til þess að þú myndir leiki í klámynd? Já, það þyrfti mjög mikið. En væri það ekki aðalega bara því að... Ég vil að enginn annar sjá þetta. Ég myndi að mammainn væri ekki til. Já. Ég myndi að heim þess að mamma er ekki til. Það væri vondur heimur. Það væri hræðilegur heimur. Já. En ég myndi að hún væri ekki til. Já. Þá væri þér alveg sama. Nei, samt ekki. Ég myndi ekki missa neina, ef þú myndir líta vel út í þessari mynd og vera flottur og svona, ég myndi ekki missa, þú myndir hækki áliti hjá mig. Já, ef þú væri glæsilegur. Já, þér, já. Já, þú veist, þetta er bara ástæðan fyrir einu, ef þú myndir spyrja mig eitthvað svona eitthvað þessu tengdu málum, þá segir, nei, svara ekki út af móðinni. Mömmu. Já, og systrum og svona. Þessu systur, það er, þú getur bara sagt. Þetta er bara hjöpi, þetta er bara ekkert eitthvað sem ég vill að fólk sjái mig gera. Nei. Eða minnskreitið að hugsa. Nei, nákvæmlega. En þú getur alltaf sagt sýstuðunum bara æðið, þegjuð. Nei, ég get það ekki. Það láta mig að heyra. Já, þá láta þau bara heyra það tilbaka. Og þú segir þeim bara talk to the hand. Talk to the hand, I'm a rich man. Það er komið að næstu styrklega starrið sem að mér fannst mjög skemmtileg. 50% af öllum trúðum eru þunglindir. Hátala maður. Já, er það ekki samt eðlileg? Er það? Vinna við að skemmta fólki? Er ekki oft talað, maður ekki Tár í auga trúðsins? Já, sem er Sveppi? Það er Sveppi. Það stóð framan á fossiðin á DFF einu sinni þegar Sveppi var þar. Tár í auga trúðsins. Ég man eftir því og það var nú reyndar svona nokkuð hjartnæmt viðtal. Já. Ég viðurkenna þegar ég las þetta á þess að vera væmin hérna, þá þekkti ég ekki sögu Sveppa eða hvernig sem það. Nei, ég skilji. Og þannig að þetta var svona áhrifamikið á vissan hátt. En er það ekki alltaf þannig að þegar, þú veist, þegar gríman fer af? Gríman fer af, þá kemur þunglindi sjúklingurinn í ljós. Ég held líka að þú ert ekkert hressa bara að mála eins og trúðu dagstaglega. Ef þetta er vinna, en þú er ekkert flippað við það að setja sér trúðin, sko. Nei, líka er það bara staðarind að því kátari sem hún lætur vera á yfirborðinu, því oftar er maður leiðari. Þetta er svona svipað eins og ég myndi setja alla mánuð að síðasta helgi að vera besta helgi á æfinni. Já. Það væri líklega eitthvað svona... Já, það var að greinlega umölu helgi. Það er svona næsta, heilin í okkur nota 25% af allir orku okkar, hvorki meira enn minna.
kannski öðru sig okkur hjá sömum, en... Það var svona 90% orkunum minni, það er svo mikið í gangi. Já, og svo gáðar. Ég er að hugsa svona 30 hluti akkurat núna. Hvað ertu að hugsa akkurat núna? Ég er að spá í hvort við erum að fara í Evrópusambandið. Já. Ég er að pæla í fórustunni í Sjálfstæðisflokknum. Já. Ég er að pæla í hvort að það sé rétt að græmyndi síðan holdt fyrir mann og ekki. Ok. Og erum við að drekka of mikið vatn. Glæsilegt, gaman að þessu. 60% af öllum hryðjuverkamönnum sem Bandaríkjamenn hafa handsamað eru verkfræðingar. Sturlu staðrind. Það er bara mjög eðlilegt. Stórhættulegt að vera arabi og verkfræðingur í dag. Ekkert stórhættulegt, en ég ætla bara að fara í næstu. Árið 1997 hafnaði Yahoo að kaupa Google á 1 milljón bandaríkjadollara, sem eru 130 milljónir. Í dag er Google metið á 200 milljarða bandaríkjadala. Ok, ef þú getur... Smá klúður, og þetta er 97, þetta er ekki lengra síðan, Hjöpi. Ok, segjum samt að ég myndi segja við þú ert að Rich Man, árið 1995 í dag. Þetta er 97 samt. Já, en ég bara segja við þig. Já. Hvað myndir þú gera á peningin? Ég veit ekki. Ekki hugmynd. Þú veist, í hverju myndir þú fjárfesta? Tölvuörugli einhvern, já, myndi maður ekki trú á tölvuörugli, maður? Hvað, hefur fjárfest í Apple? Já. Því að þú veist, þá var Steve Jobs var ekki á leiðinu út úr fyrirtækinu? Já, það er svo létt að segja þetta núna. Ég hefði væntalega... Ég hefði örugglega eitt í sér Vegas. Ég hefði væntalega fjárfest í textástækninni. Textástækninni, hún er dögn. Ég held að... Þú trúir ennþá á textarpi? Ég fer á textarpi okkur einast degi. Auðvitað, það verður einhver að gera. Hei, stöðu 2 dagskrá, 219 og 220. Há rétt þér. Það eru 2 eftir. Adriana Lima, ofurmódel hjá Victoria's Secret, misti meitóminn þegar hún gifti sig 27 ára árið 2008. Giftist hún Marko Djaric, körfuboltamanni sem er einmitt serbi, og hún var búin að varðveita blómið þar til giftingu. Hvað finnst þér þetta? Nú ímyndu okkur bara mamma en sé ekki að hlusta. Hvað finnst mér þetta? Þetta er, veist, ef að fólk vill þetta, þá var það gott að blessa. Ef þú var að kynast konu, já. Hún var um 30 og var semst hefði ekki, myndir ekki hugsa, það sé ekki eitthvað skrítin eða? Já, hún var orðin 27 ára. Ég ótt að segja, þannig er þjóðfélag í dag, jú. Já, maður ekki eitthvað svona, heyrðu, þetta er greinilega einhver algjör furðufugl. Já, eða bara, hún er náttúrulega brasilísk, hún er mjög trúð, Já, nei, ég er að tala með hérna á Íslandi, sko. Já, ég veit það. Ég myndi finnast það skrítið, vissulega. Eða ert þú búinn að gefast upp á Íslandskonum og ætlar að leita erlendis, eða? Hvað er ekki? Þú ert svo leiðan. Nei, býtu, þetta er valentínsdagurinn. Já, ég er ekki búinn að gefast upp á Íslandskonum, langt í frá. Hei, horfðu á mig. Nei, lofaðu mér í auðvitað og sitt ekki búinn að gefast upp. Ég lofaði. Lofaðu mér. Síðast styrlaðast starrið dagsins. 91% fólk. Því að það er einhver rosalega eigulega flott kona að núti. Ekki missa trúna. 91% fólks verður pínu stressa þegar það er spurt, má ég spyrja þetta álitli? Og mér er svolítið til í þessu. Þetta er stóra ætla. Þetta er besta sem ég veit um. Má ég spyrja þetta álitli? Herra Öddi, hérna svo talaði sem aður ferð. Já, má ég spyrja þetta álitli? Já, það er óþægilegt. Það voru styrlaðast staðrindir. Hvernig líður þér? Mér líður vel. Það er valentínusdagur, ég ætla að slökkva þar, ég veit hvað það fara úti. Ógeðslega og gott lag. Þetta er nefnilega gott lag, sólinn skín, það er 50 dag. Mistir það af dagsbirtum í dag? Engar áhyggjur, það er nóg af henni í næsta sólskíli. Kynntu þér málið á solskili.is. Orkusalan, við seljum rafmagn. Takið eftir. Það er búið að bæta við takmörkuðu magni miða á Sónar Reykjavík. Ekki missa af James Blake, Square Pusher, Trent Muller, Gus Gus, Retro Stefson, Múkisson, Pachenga Boys, Simian Mobile Disco, Ásgeir Trausta og yfir 40 öðrum hljómsveitum og listamönnum í Hörpu 15. og 16. febrúar. Miðasala á harpa.is og miði.is. Túborg Léttöl, Icelandair og Fjekortið. Frekari upplýsingar á sonarreykjavík.com. Með tímaflakki í sjónvarpi Símans stjórnar þú dagskránni. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á i-takkan á fjarstýringunni og getur valið dagskráliði alltaf sólarhring aftur í tíman. Nú stjórnar þú dagskránni. Síminn. Komið öll sjálf blessuð, þetta er Ingo hérna. Ég er ekki með gítarinn á mér akkurat núna en ég með hann í kvöld. Hvar? Jú, á Austur, nýri bæ. Þar voru þvílík stemming, allir í stuði, endilega dettiðin byggðum nokkur óskalög. Viðugurni vera á kantinu með bassan og bongotrommunar. Sé ykkur þar. Túborg kynnir með stolti. Dykta á Factory í kvöld. Aðeins 1500 kall í forsölu en 2000 kall við hurð. Forsala miða á miði.is. Factory, góðar stundir.
Hvernig þannig að risapott endalaust pláss í honum? Upp með legglíðarnar og tippum. Það eru 200 milljónir risapottir í enska boltanum fyrir 13 rétta helgina. 1x2 við tippum. Engar raðir. Kauptu passan og nestið á N1 Ártúnshöfða og Lækjargötu Hafnarfirði á leiðinni í Bláfjöll. N1, meira í leiðinni. Heiðar alíslenskur gæsaborgari, borinn fram með sætum frönskum kartöflum. Hamborgarafabrikan, 5757575. fabrikan@fabrikan.is. Þú ert að hlusta á FM 95 Blu. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apa hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM 95 Blu á FM 957. Það að sjálfsögðu Valentínusardagurinn og það ekki farið fram hjá neinum sem að hlusta hér í dag. Og það svo skemmtilega til að beint á móti með situr einmitt guðfæður Valentínusardagsins á Íslandi og maðurinn sem að svona eiginlega kom meðan til landsins, hann heiti Hjörvar Hafliðason, verður velkominn. Takk og takk fyrir að hafa mig. Þetta bara gaman að fá þig. Og takk fyrir frábæran þátt. Takk fyrir það. Takk fyrir það. Takk fyrir að hlusta. Segðu mér Hjörvar, hvað fullkominn Valentínusardagur? ef hægt að spyrja. Þetta bara eins og spyrja lítið bara hvernig fullkominn aðfangadagur ég skil. Hvernig fullkominn Valentínusardagur? Í raun og veru þá ekki til neitt sem heitir fullkominn Valentínusardagur. Það sem þér þykir fullkomið geti næsta þótt ómögulegt. En ég hef vonarlega byrjað Valentínusardaginn snemma þá með að koma þá unnustinu óvart. Bara strax morguninn? Já, kannski bara svona rétt rúmlega 7. Fær henni morgunmat í rúmið. Fallegt. Og hefja daginn á smá nutti. Og ég hef stundum sett disk sem ég á með Friðriki Karlssyni á fóninn. Og svona nuttaðan inn í daginn og kannski sett smá reykjelsi inn í svefnherbergið. Þannig að andardrátturinn sé skýr og öllum líði vel. Fallegt. Þannig hef ég yfirleitt hvatt hana í vinnuna. Svo kannski verið að gleðja hann allan daginn yfir vinnuna. Senda kannski eitt lítinn konfektkassa. Sniðugt. Senda blóm. Já, þetta. Og svo kannski eina, ég hef ekki að segja flipgjöf. Sem ég kaupi þá kannski í einhverju erotískri verslun eða hvað svo sem það geti verið og svona aðeins til að láta vita að í kvöld þá verði get down and dirty if you know what I mean. Ég skilji. Þá eitthvað kynlífstæki, jafnvel. Já, í raun og veru. Konur í dag mun móttækilegra, sérstaklega eftir bókina 40 gráir skuggar. Já. Þá hefur allt kynlíf og öll kynlífsumræða orðið allt önnur. Ég skilji. Og í raun og veru þá gaf ég konu minni rafgeimi í morgun. Þannig að við ætlum svona að reyna að feikra okkur aðeins áfram með rafmagn í okkar kynlífi. Og það svona kannski stóra tilbreytingin 2013 að við ætlum að reyna að færa gera kynlífið svolítið elektrónist. Og Hvað það fyrir flipgjöfun? Það í raun og veru á vissan átt flipgjöfuna því að við áttum startkabla. Þannig að þetta snýst bara að setja kaplan á geiminn og kannski á geirvörtnar á hvort öðru og svo njóta lífsins. Og ég held að Valentínusardaginn í ár verði svolítið, ég hef ekki segja verið rafmagnaður. Ég skil. Eitthvað öðru í sig hjá þér nóttinn heldur en vennilega á þessum merka degi? Ég hef svona alltaf gert eitt, ég veit ekki hvort þú að fara í hot yoga. Jú, passa. En ég geri það oft fyrir konu mín að ég bý til mikinn hita í svefnherberginu. Þannig að leið og við hefjum okkar lotu, þá svitnum við bæði mikið. Já, bara strax frá byrjun. Alveg strax frá byrjun, þannig að svita vessarnir þeir fara þarna fram og tilbaka og við látum hvort öðru líða eins og við séum eitt. Það er íslensk. Mjög þakkar. Kærlega fyrir komuna hérna. Hjörvar Hafliðason. Takk fyrir það. Alltaf best í kvöld.
Takk fyrir það, ég vona að þú eigir líka sömulegis flottan valentínsdag. Ég get lofaði því að mitt kvöld ekki rafmagn. En við þökkum, ég verður bara haflega silli kella fyrir komuna. Takk. Where have you been? Heitir lagið eins og góðu slagari hér að ferð. Styttist í flottulega-keppnina og hún tengist einmitt Valentínusardeginum. Það verða róleg og rómantísk lög hér og eftir í flottulega-keppninni. Ja, viltu fara í það? Ok, sorry. Skulum þetta hérna. Og já, flottulega-keppnin er hér rétt handa við horni. Það ringdi hérna á nung stúlka sem vildi fá að heyra. Nei, hérna já. Og þá verður kepptið, það er bara róleg og rómantísk lög þá. Já. En ég var að spá ég að henda hér í dagskrárliðin Enginn segir. Þá get ég ekki verið með þennan betta eða. Það er enda rétt, ég held svo mikið upp á hann að betta. Já, en það róast allt einhvern veginn svo hjá okkur. Finnur það? Finnur þú hvað róast allt? En það er ungu strákur sem er að halda út í vef. Já. Má ég koma áður fyrir Enginn segir? Ok. Sem að hérna... Ég ætla að setja hinn betan á. Það er stuð hjá okkur eins og núna. Það er stuð hjá okkur, já. Hann er með vef á Facebook og það eru flesti þar inni. Já. Sem að hérna... Facebook, það er þetta Mark Zuckerberg, eða ekki? Jó, hann sem á það. Þetta er ljóð fyrir lengra komna. Ok. Og hann er aðeins að skjóta okkur. Þetta er býsna klár drengur. Já. Þú þarf nú ekki að vera klár til að skjóta okkur svo sem. Nei, þetta er kottnungu drengur. Já. Hann setur út á enskuna sem við tölum við þessum þætti. Sem er allt of mikil. Já, það er allt of mikil slett hérna. Hún er slæm hérna á 50 en hún verður aldrei verri heldur en hér einmitt á föstum. Nei, þetta er manna verstur í þessu. Slangur yrði og sletturugl, slæman tel ég vana. Íslenskan er fleigur fugl, farðu vel með hana. Já, góða punktur. Hérna... Háflegur. Já, suma þarf að setja í bann sem að ensku mala. Kálhaus gjarnan kalla þann sem kann ei rétt að tala. Þetta er hann að skjóta okkur vil hana. Þessu er beint gjössamlega á okkur. Já, og þetta er hár rétt hjá hann. Já. En þá komum að dagskrárliðnum Enginn segir. Ertu með fleiri ljóð? Nei, ég er góður. Ekki billi. Eitthvað fallegt ekkert segir. Já, Ásgeir Eðvarð, við byrjum þetta hér ónum. Ég ætla að reyna að velja bara eitthvað gott. Ég ætla ekki að lesa allt. Það eru rosalega margir að senda inn og þetta er misgott sem kemur inn. Það er rómatíst og... Það er ekkert rómatíst svo sem. En Ásgeir Eðvarð segir hér, vá hvað glýútgáfur af lögum eru góðar. Enginn segir og ég get ekki verið meira á sammálunum. Þetta er svona, það er oftast tekin lög og þau eru eyðulög í þessum þætti. Svo það eru fleiri hérna sem eru með skemmtilegt. Ramos er klassíkaur, Enginn segir. Ég varði eiginlega að segja þetta eftir leikin í gær. Okay. Sá fór í taugarnar með maður. Svo er það fleira hér og það er hérna Ágúst Þór Ágústsson. Já, ég þekki hann. Rúrik Gísla þarf að vinna betri í lúkkinu. Enginn segir. Valentínus, homo, setur hann svo hér strax á eftir. Kristján Kristófers, kaupum Begovic núna. Enginn segir. Hérna er kannski ekki alveg sammála því. Jú, ég er mjög ánægður í dag. Já, svo er hérna Arons Gamedag. Nissa-auglýsingarnir rosalega skemmtilegar og fyndnar. Enginn segir. Jú, við segjum það. Mjög hrifnir aðeins minna. Svo er það Haukur Björnsson, hann er með skemmtilegt. Getur nokkuð fengið 2-faldan skammt af rjóma á þessar bollur? Enginn segir. Og ég get ekki verið meira sammála um þarna. Fékkstu þér bollu á mánudaginn? Ég held ég að þetta að klikka á því. Elvinni? Já, ég bara glimti. Já, ok, það er svo rosalega mikill rjóm alltaf á þessu. Maður var alltaf að balla þetta. Hann komi líka með hérna með hann Haukur. Ég prjónaði þessar buksur sjálfur. Enginn segir. Svo kemur Daði Örn. Ég hlakka til að heyra nýja diskinn hennar Leon C. Enginn segir. Jú, það er nú einhverjir aðdáendur að núti. Þetta get ég ekki lesið. Hoppið við þetta hérna. Já, þetta er náttúrulega gott. Egil Guðjónsson. Á ég að stökk út og skafa bílinn fyrir þig? Enginn segir. Býðst maður, en ef það er ekki konaðinn, þú myndir einhvern mann bjóðast til þess að skafa bílinn fyrir einhvern nágrannaðinn eða félaðinn. Ekki nema ég skuldaði einhvern mjög mikið penning og get ekki borgaðar og strax. Já, það þurfti að vera eitthvað þannig. Ég þurfti bara að vera, þú veist, fangiðinn, sko, til að fara í þetta. Svo er hérna Logimár. Mér langar að fara að láta skoða með blöðruhálskirtilinn. Enginn segir. Ég ætla ekki að gera þér að lesa þetta. Nú, býtu, hvað er með? Kristján Óðinsson hérna. Váka Hjöppi er ekki maður þjóðarinnar. Enginn segir. Ok.
Nótti endilega böna á mig. Nei, hann var ekki að böna þig, hann var rosaður. Hann segir að enginn segir þetta. Takk fyrir þetta. Takk fyrir þetta, Eskan. Svola Hákon D. Guðjónsson, þú vil elska þið þegar Blöð spilar Fix You á FM. Enginn segir, jú, Fix You með Coldplay, mjög gott lag. Sko, ef ég fæ kannski að taka upp þráðinn hana, þá ert þú á vissan hátt eins og lítið barn. Ef þér finnst eitthvað lag skemmtilegt eða eitthvað skemmtilegt, þá svona, ert þú krakkinn sem hefur alltaf spólað tilbaka og hort alltaf á það sama aftur og aftur? Já, sjálfsög. Já, þú ert bara Ég kalla eftir þroska. Ok, ég skal sjá til með hann. Finnur Jónsson, vonið fáið fleiri leikjabennir í Candy Crush Saga á Facebook. Enginn segir, ég er að fá þetta frá fullorðnu ég fólki. líka maður. Það er greinilega, þetta er einhver leikur sem mjög margir að spila. Hérna kemur Einar Ingi Hrafnsson og hann er einn af sigurverðum dagsins, fær með á Die Hard í kvöld. Þetta varst með mjög gott. Djúvill vona ég að koma einn gömul og góð mynd að mér skemmtistaðsleikin á geiri.net. Enginn segir. Það er ánægð með þetta. Þú búinn að koma þar við sögu? Já, ég kom þar inn. Já, ég var svo heppinn að þetta er einmitt á fótboltaárum mínum. Alexander Aron, djúvill öll alltaf vel gelaður, enginn segir. Það var óþarfi. Ari Steit, djúvill sem Pétur Jóhann er ófindin einstaklingur, enginn segir. Já, það eru nokkra góður þarna, hvað segirðu? Ég var að segja með geira.net, ég er afskaplega ánægður þetta sé á þeim tíma þegar að fótboltinn átti hugminn allan. Já. Ég fór bara ekki út á lífið á þessum tíma. Nei, ég kíkti svolítið á lífið, nýkominn frá Söðurkróki og mjög spenntur að vera mættur í borgina. Ég mun senda á ykkur sem að voru með besta enginn segir, þið farið á Die Hard í kvöld, það er sérstök FM 957 fórsýning í Smárabíó. Fáum hér örstuð skilabóð, svo er það flottulega keppnin. Ertu með eitthvað rólegt og romantískt lag tilbúið, Hjöpi? Já, ég er með bara nóga þeim. Ég líka. You know, as a cop, you don't look like a lawyer. FM 957 ætlar að bjóða þér í bíó. Fimmtudaginn 14. febrúar verður sérstök forsýning á nýjustu Die Hard myndinni A Good Day to Die Hard. What's this, a pirate gun? Old school, Like you, right? Right. Fylgstu með á FM 957 og þú getur fengið alvöru miða á alvöru sýningu á alvöru hasamynd. There's a limit to your love. Takið eftir. Það er búið að bæta við takmörkuðu magni miða á Sónar Reykjavík. Ekki missa af James Blake, Squarepusser, Trent Muller, Gus Gus, Retro Stefson, Múkisson, Pachenga Boys, Simian Mobile Disco, Ásgeir Trausta og yfir 40 öðrum hljómsveitum og listamönnum í Hörpu 15. og 16. febrúar. Miðasala á harpa.is og miði.is. Túborg Léttöl, Icelandair og Fékortið. Frekari upplýsingar á sonarreykjavík.com. Liðstyrkur hjálpa þér að styrkja hóp mánuði ef þú ræður einhvern úr hópi langtíma atvinnulausra. Liðstyrkur er átak til að berjast gegn atvinnuleysi og auka verðmætasköpun í leiðinni. Ef þú ert atvinnurekandi sem vil grípa tækifærið, skráðu þá á liðstyrkur.is. Því fyrr, því betra. Liðstyrkur. 13 léttir, 13 réttir. Upp úr sófanum á næsta sölustæði eða bara takla þetta á 1x2.is og tippa á enska seðilinn. Það eru 200 milljónir í risabottinum í enska boltanum fyrir 13 rétta velgina. 1x2, við tippum. Happy Hour á Lebowski Bar alla daga vikunar, milli 16 og 19. Lebowski Bar. Ef þú ert með bláa kortið, átt þú möguleika á að vera einn af 100 heppnum sem hljóta 2 miða á útgáfutónleika Friðrik Stórs, Vélræð, á Factory 22. febrúar næstkomandi. Kíktu á Facebook síðu Hringtorgs og segðu okkur frá uppáhaldslæginu þínu með Friðriki Dór. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækjur það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion Banka. FM 95 Blö á FM 957. Hversu gott er grænt perlunissa? Safnaðu frímerkjum hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. 957, topp tónlistarstöðin. Hvað segir maður? Hefur stólið mér, sett sitt á þennan þátt hjá okkur hér í dag. Rosalega er ég fegin að vera ekki hérna í... Þinn svip alltaf í þetta, Jésús. Já, ég er svo fegin að vera ekki í menntaskóla í dag. Já. Af því að þú veist, allt grín sem að sko framhaldsskóla krakkar gera. Það er allt komin á devaf bara. Það kemur dettur allt inn á hérna, inn á... Nefnilega, já. Og svo kemur svona eitthvað líð og fer að kommenta á það og...
Þú veist, það má ekkert krakkar, þú veist, þú ert að leyfa menntaskólakrökkum að vera í menntaskóla og fíblast og gera sem þetta eftir í hug. Í sammála því? Já, svona innan skynsamlega marka, sjálfsögðu skynsamlega marka, en þetta, þetta er svo þreytt maður. Já, en það er eins og það er komið hér, Hjöppi. Ert þú aldrei, fer ekkert svona neitt í töðununa þér? Svona með fjölbrautaskóla? Nei, þú veist, úrlingar verða að fá að vera úrlingar í friði, sko. Já, við vorum bara heppnir að netið var ekki á sínum tíma. Vá, þarna kom lægið og þá fór allir tótinn. Hvenær komið netið samt? Var það 96 eða? Já, ég held að ég hef verið að koma ekkert af einhverjum svona alvöru, já, en veist, netið verður ekkert alvöru næstu í strax. Manstu þegar myndin á Heiðari Jónssoni kom? Já. Það var svona fyrsta internet sensationið. Já, hvað árið það? Það er ekki 98 eða eitthvað? Nei, það er fyrr. Er það fyrr? Já. Þá er þetta svona að byrja, þá er ég með modem og kveikti maður á. Já. Svo er einhver að vera í síman næst 20 myndar því það er á internetið. Já, það er... Fór maður í dial-up. Já. Ég man eftir sem það er hins vegar komið að flottulagkeppninni, hörur. Og ætlum við að hafa romantísku nótunum. Já, það var reglan í dag að þú þurftir að velja rólegt og romantískt lag sem að, væri þér einhverja sterka minningu. Þú ert 5 sigurum yfir mér eftir að ég er búinn að taka 3 sigur í röð. Já, við skulum bara hafa 3 sigur undir í dag og þú, svo sem að vinnur þetta í dag og vinnur þetta bara. Ok, hvaða lag ætlað þú að vera með? Hjörvar, hvor okkar eru undan núna? Manstu það? Mér er alveg sama. Ok, viltu vera undan? Já, ég þekki þig alveg, þú vilt að ég sé undan. Nei, mér er alveg sama, en verð endilega undan. Nei, verð þú undan. Þú varst að segja þið að vera sama. Já, en verð þú þá bara undan. Þú máttur undan mína. Nei, verð þú bara undan. Herri, ég skal vera undan, því að mér er actually sama. Ég er með það gott lag og... Þú að segja actually eins og lítil stelpa. Það er rétt hér, mér er í alvöru alveg sama. Það er lagið hjá mér í dag, kæru hlustendur, tekur mig alveg til, vel tilbaka. Þetta er fyrsta lagið sem ég vanga við sem ungu drengur í félagsmiðstöðun á Sauðárkróki. Ég sé ekki í 7. bekk hérna, spenntur í einu gallaböksunum sem ég á og Guns N' Roses bólnum mínum. Sem er stútfullur af reykingalykt, því að það var reykt á heimilinu. Það var reykt á heimilinu mínu og sem var erfitt, að vera með foreldra sem reyktu inni og það vildi svo skemmtilega til að þegar ég var að byrja að vanga við þetta lag þá baði stúlkan að hætta að vanga því að það var svo mikið reykingalykt af bólnum mínum. Það var þeirri stundu sem ég ákvað að ég myndi aldrei reykja, ég hef staðið það og mun aldrei reykja. En þetta lag er virkilega fallegt og er einmitt lagi sem ég var að vanga við þegar ég angaði af reyk og það heitir Allt sem ég geri ég fyrir þig. Þetta er mitt lag hér í flottulagkeppninni, Valentínusar flottulagkeppninni. Nei, þetta hérna er ekki það, þetta er hér. Vonaði fíla þetta ég vel og ég. Já, góðar og slæmja minningar við þetta lag en aðalega góðar. Það ekki verið þetta leiti í læginu sem að stúlkan fór að kvart yfir sígaretturreykk og ákvaða að slíta þessu vangadans. Virkilega fallegt lag einhvað síður. Já, mjög fallegt lag. Ég man óbúslega vel eftir þessu þegar að Brian Adams kom inn á til landsins og það var eitthvað rafmagnslaust eða eitthvað í höllinni. Já, þetta er parturinn minn sko. Já, þetta er Brian Adams hér með Everything I Do It For You og er mitt lag hér í flottulagkeppninni. Hjörvar, það er hins vegar komið að þér. Já, það er nú þannig að stundu þá þarf maður að fá kennslu í fræðunum. Já. Það má svo sannlega segja að ég hef ekki fengið kennslu frá þeim bestu. Nó. Væri ég einn í dag ef ég hef fengið þá kennslu. Nó. Nei, það var þekktur svona, kannski ekki spaði í Kópavoginum. Nei. En hann var alltaf tilbúin með tónlist ef að stelpur kæmi inn í bílinn sinn. Ok. Og sér tónlist handa þeim. Það er ekkert annað. Sem að hann vildi meina og nú vil ég haldi fyrir eyrun á blessuðum börnunum sem að mér er nú ekki nú svo væntum. Já. Hann sagði þeir eru graðar við þessi lög. Ok. Skemmtilegt. Og það lagið til á Valentínusardaginn. Valentínusardagurinn er ekki líka Valentínusardagurinn er ekki bara romantík, heldur líka hvatir. Já, ok, hvað heitir? Og lagið heitir Too Close með hljómsveitinni Next
Hann vildi meina að þetta lag höfðaði mjög til kvenna, en við kannski má fylgja með sögunni að kannski þær voru nú ekki alltaf að hátta sig heima á honum. Nei, þetta var ekki alltaf að virka. Hérna lagi hans Jöbba í flottulega gætinni. Er þetta hér? Nú er ég ekki að fíblast. Þetta er lagið Too Close. Er þetta sögurkrókurinn í mér? Ég hef bara aldrei heyrt þetta áður. Ekki? Nei, ég sverða, ég er ekki að reyna. Þetta var gríðarlega mikið spilað. Ok, þetta var alltaf að lagið hans Jöbba hér í flottilega-keppninu á Valentínusdag. Þetta lagður? Aldrei heyrt þetta. Þetta náði ekki norður á sögurkrók, sem betur fer. Hækkaði þessi svona? Nei. Ég nenni ekki að hækka þessu. Ég ætla að opna hins vegar fyrir síman, það er 511-0957 og... Ég get viðurkennt það núna, ég er ekki besít. Fyrst hvað vinnur þetta. Það er Everything I Do It For You með Bryan Adams sem var fyrsta vangalagi mitt á móti. Tónaði það aðeins niður, það er Valentínusdag. Það er Valentínusdag, rétt. FM góðan daginn. Góðan daginn, stráðar mínir. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Herru, ég hafði nú bara aldrei heyrt lagið sem Hjörtur sett á. Nei. Hjörtur, takk fyrir að kalla mig Hjört. Ekki Hjörtur. Ég ætla að kjósa nöyta minn. Takk fyrir það, vinnur. Það er 1-0. Takk hérlega. Ég er nú að sammála hann, ég hef aldrei heyrt þetta. F95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Herru, þetta var klárlega auði. Er það ekki? Ég hef heldur aldrei heyrt lagið sem að Hjörtur var sett á, sko. Það er svona mitt og svona fallegra og romantískara, eða ekki? Gleðilega hátíð. Mun, já, gleðilega hátíð. Hafðu það gott í kvöld. Sömuleiðis. Ok. Bless. Já, við erum hér í Valentínusar flottulega-keppni. Hvort lagi fannst þér betra eða fallegra? Hann var allan daginn auði. Já, eða það ekki. Gott að heyra. Þetta var miklu lag. Bryan Adams. Ég var kært og mjög vanguð vita, sko. Eða það ekki. Þú ert ennþá með kærstunni sem vangaði við þetta lag? Hvað það eru? Ertu ennþá með konunni sem vangaði við þetta lag? Já, allan. Það er vel gert. Já. Kannan með það svoleiðis. Og eigið þið gott kvöld. Veit gefur okkur trúna ástina. Já, nú trúi ég ást. Já. Loksins núna. Stúlkan sem kvartaði undan sígarettureik af Guns N' Roses bólnum mínum. Við erum ekki saman í dag. Nei. En það er engin sígarettureikur af bólnum mínum í dag. Ef þú kannski að reyna frekar. Takk hella fyrir að hringja. Okkur er helst ekki betur á kvenfólk. Já, það var nætt að spyrja þeir sumur spurningar. FM95 Blöð, góðan daginn. Jó, góðan daginn. Gleðilega hátíð. Er það ekki? Já, þetta stefnir í risasigur. Það er 4-0 strax. Gleðilega hátíð. Takk sem leiðis. Hvað gerir í kvöld? Það er ekki að fara að læra. Nó, það er ekki romantískar en það. Býtur læra hvað? Er það að fara að læra... Á hvort annað? Það er íslenskan. Já. Ok, þau eru ekki að fara að læra á hvort annað? Nei, það er ekki svo gott. Herðu, takk fyrir að hringja og takk fyrir atkvæði. Já, lítið. Gangi vel í starffræðinni. Íslenskunni, já. Ég held að þarna sé vandamálega því að þú slínur að hlusta. Já, það getur verið. FM95 Blöð, góðan daginn. Gleðilega hátíð. Halló. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Já, gleðilega hátíð. Hvort lagið fannst þér flottara? Hjörvar Hafleðarsson. Hjörvar Hafleðarsson, það er sitt fyrsta prigg. Gaman að heyra. Vinnur, hvað ætlar að gera í kvöld? Ekkert. En nú veistu að af þessum degi og þessari hátíð á ekki að fagna? Nei, jú, já. Ertu með kærustu? Nei. Gerðu kvöldið þá bara sérstakt fyrir þig? Já, gerðu það. Endilega, takk fyrir að hringja. Já. Ok, staðan er 4-1. FM95 Blöð, hver fæði þitt atkvæði? Já, góðan daginn. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Gleðilega hátíð. Þannig að það er auði. Það er auði. Það er 5-1 sigur. Glæsilegt. Það er kærlega fyrir þetta. Hafðu það sem allra best í kvöld og takk fyrir að hringja. Heyrðu. Mér langar svo að gleðja hann. Býta þess. Eigum við miða handunum á Die Hard? Nei, þeir eru búinir. Mér langaði svo að gleðja þig. Fyrirgefðu. Það kom miða. Mér langaði svo að gleðja þig því að Valentínusdagur. En hafa það gott í kvöld, vinnur. Já, takk fyrir. Sjöleis. Ok, bye. Við ætlum að opna aftur hér fyrir síman og eftir. Þá ætlar Hjörvar Hafleðarsson að ræða við Íslendingum Valentínusdaginn og hvað þau eða þið ætla að gera í kvöld. Ekki bara ég, við báðum og leifa fólki að hringin sem var kannski... Vantar hugmyndir. Já, og einhverju skemmtir og ekki líka heyri Ingo Veðuguð. Rétt, hann er að spila austur í kvöld og fáum fyrst smá auðlýsingar. FM95
Icelandair, B-kort og FM 957. Hver vill ekki klæðja vinnufélagana með glæsilegri tælenskri mataveislu frá Krúa Thai? Á hverjum 50. hjá Yngva Eystins drögum við út fyrirtæki vikunnar sem fær mataveislu fyrir alltaf 10 manns frá Krúa Thai. Skráðu þig og samstarfsmenn þína til leiks á fm957.is og veislan gæti orðið ykkar. Þú verður ekki sveikinn af tælenskri ævintýraferð frá snillingunum á Krúa Thai. Ef þú ert með bláa kortið, farið 25% afslátt af matseli hjá Sushi-smiðinni alla daga vikunar. Ef þú ert ekki með bláa kortið, þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Lífið er uppfullt af ferskleika. Af hverju ert þú ekki með í ferska liðinu? Veldu Stimrol tyggjó. Nú í pokum. Mið Ísland í samvinnu við Doritos og Bola kynnir uppistandssýninguna í kjallaranum. Miðasala á miði.is. Boli, léttur. Túborg kynnir krabbugöld á bara 11 í kvöld. Bjór á 450, skot á 450. Túborg og bara 11 fyrir fólkið í landinu. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 2.227 milljónir króna. Getur það verið? Eurojackpot, föstudagur til fjár. Og við allan sólarhringinn, í Skeifunni, í Garðabæ og á Eiðistorgi. Hagkaup. Ein ferð, betra verð. Rósir og rómantík á Valentínusadaginn. Gríptu gjöfina í Garðheimum. Garðheimar. Þú ert að hlusta á FM 95 Blö. Á FM 957. Hversu gott er brúnt karamellunissa? Húðflúraði flóðhest hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Topp tónlistarstöðin. FM 957. Hann er svo allra heitasti í dag. Þessi tónlistarmaður heitir Frank Ocean og er nýbúinn að vinna Grammy-verðlaun. Hvað segir þið? Það er Ólafur. Hann er með þeim heitar í dag. Það er nú bara þannig. Frank Ocean með lagið Lost hér, Auðun Blöndal og Hjörvar Hafliðason með ykkur til 6. Klukkan er kortir í, þannig að það er ennþá kortir eftir hérna hjá okkur strákunum. Já. Og ætlum við að opna fyrir síman, ætlum við að hringja í The Weatherman. Já, auðvitað er ég að spila vitlaust. Já, það er ekki að hringja í The Weatherman, hringdi ég hann bara. Já, ætlum að heyra þessi Ingo Viðauku sem er einmitt að spila á Östur. Þú að taka þennan, þetta á hann? Viltu að hafa hressan? Hvort vilt að ég sé svona eða vilt að ég sé svona? Ertu svona, já. Ok. Meðan við tölum Ingo. Ok. Ingo Viðauku. Já. Sælvinur. Blessaður, Auðun Blöndal útvarpsmaður. Það er hárrétt rétt þegar þú ert hér í beinni útsendingu á FM 957. Jössis veisla, maður. Heyrðu, þetta er Hjörvar hérna líka? Nei, sæl. Heyrðu, takk fyrir gott viður í dag. Já. Þetta er gott útvarpsstrákar, ég alveg. Bong og blíða. Við erum löngu vaksnur upp úr svo þú veist það, Ingo. Já, ég veit það. Hvernig ertu? Ég er feskur. Já, bara næstu í að pressa í auglýsingunni þinni? Já, ég var hjá tannlækni þannig að rétt ári fór í auglýsinguna. Ok. Þetta ásýr alltaf eðlilega skýringar. Já, ég var búinn að vera upp í stólnum hjá tannlækninu 1,5 tíma eitthvað og var að vesna stöðsum mér og mér var bara illt og ekkert fann að borða neitt og klukkan var eldsnemma líka. Lendur ég að vera svangur. Sam og Garðar Gunnlaugs lendi þegar hann fór á Facebook hann í sumar og leta og rakkaði niður þetta mag. Maður á korki að fara á Facebook né gera auglýsingu fyrir gig þegar maður er svangur, það er greinlegt. Nei, orkulaus, lítið lýsir. Ég greiði strákunum, þessna var hún svona auglýsingiðinn. Já, en hún hefur snúist upp í andhverfu sína. Það er oft með vondar auglýsingar, það er verða góðar því að mikið tala þar, hvað þær eru virkilega vondar. Við djúsum þetta líka eins og upp fyrir því og Egil. Já, ég veit að það var vel gert sjá. Heyrðurðu það? Já, ég var mjög ánægður með það. Já, þannig að gera auglýsingu. Já, ég er algjörlega saman. Ég læri bara af þessu. Þetta er kannski ein spurning sem ég veist þú alltaf sjaldan að spurður, Ingo. Hvernig er veðrið? Nei. Hvernig líður þér? Bara svona almennt, já. Já. Ég er bara í fínu andlegu jafnvægi núna. Já. Ég er sitjað heima núna og horfa á Zenit Liverpool. Hvernig staðan? Það er 0-0, steindautt. Steindautt, já. Það eru stóri leikir í Evrópukeppnunum bara kvöld eftir kvöld. Manchester United Real Madrid í gær og svo Zenit Liverpool núna. Þetta er spennandi. Hvernig dastu svona niður átni eitthvað? Varst ekki svo góð andlegu jafnvægi? Jó, ég bara, það er hlutaði, skilur, við verðum ekki að yfir peppast yfir ykkur. Ég skilur. Þú ert í kvöld? Já, á Austur. Þú lítur nú yfir peppast yfir því?
Já, ég er mjög peppað fyrir því. Okay. Það búið gríðilega gaman síðustu kvöld. Já. Og það allur aldur að mæta HR með eitthvað bingo, held ég. Nú veistla bara. Já, þvílík stemming. Já. Hvenær ef við Hjöppi ætlum að taka nokkuð spór í kvöld, hvenær ef að vera mættur á Austur? Já, það verður nú borð þetta með 5 í fötu fyrir ykkur klárt út af auglýsingunni. Já, við eigum hana nú inni reyndar. Það búið að ákveða það. Já. Því kannski þyrst að vera þarna svona 10 myndir yfir 11, þá eru þið flottir, þá eru það dett í myndir með skímó, eitthvað svoleiðis. Myndir með skímó. Er það ekki einhvern veginn þannig, ég og gamlar myndir, ég geymi meira að segja nokkur gömul bréf frá þér? Jú, eins og Skáldi sagði. Veistu hvað samt þetta lag? Má ég giska? Já. Einar Bárðarsson? Það er rétt hjá þess. Kemur ekki ávart. Ég með mig, sko, skímó knowledge hjá mér eru svona upp á 9,5. Ef þeir eru gefið út skímó spilið, þá er það mjög erfitt að keppa mótið þér. Já, í raun og veru væri það, já. Hver er þinn uppáhalds í skímó? Minn? Já, eigum að segja okkar á sama tíma, hvort við eigum báður uppáhalds sama? Leið mér Hvað ég að segja á hvað hann spilar eða hvað hann heitir? Nei, bara hvað hann heitir. 1, 2 og Einar Ágúst. Engin með sama. Þú sagðir Heppi, hann er bak og ég sagði Einar Ágúst. Greiði Gunni. Hei, en svo svona, númer 2 hjá mér er Gunni Óla, sko. Já, en hann fær líka fullt, hann er aðal kallinn, skilur, þetta er eins og með veðurguðina, þú veist, alltaf ef ykkur er beðin að segja upp á þessu veðurguðina og segir hann væntanlega bassalegarna því að ég var alltaf basic að nefna söngvaran, skilur. Æ, hei, ég fíla Heppa best aðeins, sko. Já, er það svoleiðis? Ég tók eftir því að þegar hans, Öddi spurði á hann, hvernig ertu? Þú ert ekki með neitt tilbúið svar eins og, Valtýr Björn, ef þú spyrir hann hvernig ertu? Þá svarar hann átt medium rare. Eða léttur, ljúfur og kátur. Og hann líka léttur, ljúfur og kátur. Og feskur, bandariskur og breskur. Ok. Áttu ekki neitt þannig, eða? Nei, ég er að vinna eitthvað með það. Eru þið með eitthvað hugmyndir eða? Getið þið hannað eitthvað svoleiðis líka? Já, þú getur leikið eitthvað með veðrið inni. Já, eða það. Ég er bara í sólskinskapið. Já. Það verður mjög gott. Eða, þú veist, hvernig ertu? Eins og nýr. Eins og nýr er mjög gott líka. En segðu okkur svona í lokin, Ingo. Hvernig er þessi hátíð búin að vera hjá þér í dag? Hvernig er Valentínusardagurinn hjá Ingo Viðauku? Já, Valentínusardagurinn. Það er bara frekar rólegt, sko. Þú ert ekki ástfangin ungu maður, eða? Nei. Ingo, nú hef ég fylgst svolítið vel með þér í tóltið mörg ár. Er það ekki rétt hjá mig? Það er svolítið síðan að þú átti kærustu og leiði sjálfur þér að elska? Jú, ég á erfitt með tilfinningarlega tengsl. Kynið hefur verið að vinna í því, svo sem. Ertu skilnaðarbarn, Ingo? Nei, reyndar ekki. Ég kem að góðri fjölskyldu og þetta er allt í vinslu. Ég er að vinna í þessu eins og öðru með andlega jafnvægi. Þú þorir að elska það, ekki? Jú, ég er lover, not a hater, eins og Michael Jackson. Þannig að ef ásti myndi banka upp á til dyra hjá þér, þú myndir opna. Þá kem ég til dyrana eins og ég er klæddur. Nú er það þar, ert þú einn eins og gæði sem kemur til dyrana eins og þeir eru klæddir? Já, svona, nei, ég held ekki svona. Nei. Það er það enginn. Snýja sem eru upp í grín. Já, veistu hver er... Og setur grímu. Veistu hverjir eru þeir einu sem þóra að vera þeir sjálfur? Hver eru það? Þroskaeftir. Já. Þeir eru alltaf eðlilegir. Það er engin leikþáttur þar í gangi. Það er enda mjög mikið til í, sko. Já, við ættum stundum að læra meira af þeim. Meira bara með sjálfur. Það er mjög mikið til í. Ef maður fyrir að spila kannski hóp fyrir svoleiðis fólki, sko. Það er alltaf stemming og þeim er alveg sama bara, þú veist. Það er saman getið hárið þér. Astnarlega fyrir fram að sviðið eða eitthvað, þú veist. Það er skemmtilegast ekki ekki. Ég er að segja það, en ég held að það er austur í kvöld og við ætlum að kíkja á þau við félagarnir. Ég er alveg pottjett. Við ætlum að koma að biðja óskalag. Já, mér er skriðaðulega. Hvað, ég vera undirbúinn eitthvað, eða? Já, verður undirbúinn með Bírit. Bírit, já, ég er með það klárt. Sjáumst í kvöld, gamli. Sjáumst Þetta var Ingo Viðauku, hann er að spila á Austur í kvöld og þar verður stemming. Nýttu þér liðstyrk. Bættu við starfskrafti úr hópi þeirra sem lengst hafa leitað að vinnu og fáðu mótframlag í 6 mánuði. Kynntu þér málið og skráðu þig á liðstyrkur.is. Liðstyrkur. Er fjölskyldan þín og vel tryggð? Þú getur reiknað hversu mikla vernd þú þarft fyrir þig og fjölskylduna á börnogforeldrar.tn.is. Welcome to Moscow. A good day to die hard.
busy. I'm just on vacation. Die Hard, Yippee-ki-yay. Komin í bíó. Komið öll sæl og blessuð, þetta Ingo hérna. Ég ekki með gítarinn á mér akkurat núna en ég með hann í kvöld. Hvar? Jú, á Austur, niður í bæ. Þar verður þvílík stemming, allir í stuði, endilega detti. Séu eitthvað þar. Hefurðu kynnt þér 1590 króna tilboð Dominos? Þú sækir stóra pítsu með 2 álagstegundum á eigin vali fyrir 1590 krónur. Pantaðu pítsuna með appi á dominos.is eða síma 58-12345. Dominos. Ef eitthvað fer mér vel, þá það 2.227.000.000. Eurojackpot. Föstudagur til fjár. Hversu gott blátt hrísskúlunissa? Temdu apar hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Þeir eru að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957 en ekki mikið lengur því að klukkan að verða 6 og Rikki G mættur í stúdíóið. Rikki hálf svona meðan við þessi valentínsdag og hann í einhvað grömpi, finnst mér. Já, hann í hamingjusömu sambandið, ekki? Jú. Hamingjuríku. Já, menn það slögt á magnum hans sem oft þægilegt. En við þakkum gæla fyrir hlustunum í dag við Hjörvar. Það ekki vil á móti Rikki, hann verður með ykkur innan til 9 kvöld, þessi pirraði Rómeó. Svo það... Nei, bara 8, ekki 9. Bara til 8, já, íslenski listin. Já. Hverju voru fyrst síðast? Jú, ég að Macklemore. Thrift Shop. Og hvað heldur að þeir standi í staði í fyrst seti eða heldur þeir séu á leiðinni niður eða að halda þessu? Góð spurning, ábyggilega, þetta endurfluttu listi sko. Nó, það þannig. Þeir verða í eftir seti. Heyrðu, ég spóið að vera með kassettu heima og taka upp öll vinsælustu lögin. Já. Þetta gerði ég oft í gamla daga. Bara til að eiga á kassettu. Til að eiga á kassettun. Mjög sniðugt. Hafið það sem allra best í kvöld, kæru hlustendur þennan Valentínusardaginn. Og njóti hátíðarinnar. Njóti hátíðarinnar við Egill Einarsson. Tveir harðir verður mættir hér á morgun klukkan 4. Rikki verður með ykkur til 8, takk vel á mótunum. Hann verður í stuði þó hann sé pirraður núna. Já, hann náttúrulega að reyna að grenna sig. Hann pirraður, hann svangur. Já, ertu í átaki, Rikki? Það útskýr ímislegt. Ég ekkert pirraður. Þetta í fyrsta skipti sem Rikki fyrir átaki. Rikki, þú ert aldrei í átaki? Nei, aldrei. Nú það alvöru átak. Hún í átaki sinni kynntist þér. Hjöppi, takk fyrir daginn. Takk fyrir mig. Og gleðilega hátíð. Stumum við.